erum stödd inn í Háaloftinu, antíkbúðinni þinni inn í Gamla bæ. Hvenær byrjar það með reksturinn? Það eru 3 ár síðan var opnað hérna. Já. Og hvernig hefur gengið þessi 3 ár? Það er bara svona upp á hann. Sumrin eru náttúrulega alltaf betri, þá koma íslensku ferðamennir. Þeir eru mjög góðir, en það skila sér ekki alveg nógu þessi útlensku, en ég þarf að finna leið til að ná þeim hingað. Já. Og hvað með akureyringana sjálfa, þessa bæjarbúa? Nei, jú, alltaf einn og einn, en ekki neitt að marki, sko. Nei. Eru þeir ekkert fyrir antík? Jú, það lítur að vera. Þetta er svo flottar vörur. En við það rafbúðinu þinni? Ég er ekki alveg viss. Það er stutt síðan þú vissir af þessu, en þú er búin að búa henni svolítið tíma. Þannig að, nei, ég held að það sé vant aðeins að auglýsa pínu betur. En hvað er hérna? Það er ýmislegt að sjá hér, en hvað er svona dæmi sem út með hér? Sko, vá, þetta eru 1000 hlutir, en svona skemmtilega núna þá er ég ágætt frá Guðmundur frá Miðdal og Sigurður Arnórs í Funa. Hérna þröstin, hérna er Guðmundur frá Miðdal. Já. Og í rúpan hérna, það er Sigurður Arnórs eins með hundinn. Selurinn hérna, það er Guðmundur frá Miðdal. Þetta er alltaf mjög vinsælt. Listmunir standa fyrir sínu? Já, já, og þeir eru komið mjög sterkt inn núna, þessi hlutir, sko. Já. Og Guðmundur er alltaf jafn vinsæll? Já, aldrei sem fyrr, sko. Hann er mjög öflugur núna hjá fólki, sko. Það vil allir eiga, með við að þessu var öllu hent hérna fyrir nokkrum árum síðan. Þá er þetta orðið algjörlega gersima núna. En hvað þarf að borga fyrir svona grip? Það er misjafnt, fer eftir náttúrulega hvað er til mikið af hverju. En eins og hundurinn hérna, þrösturinn, hann er á 60.000. Já. Og hundurinn hérna eftir Róða, það er 16.000. Þannig að það er, en svo getur þið fengið alveg upp í 160, 70 og meira, sko. Já, fálkanum til dæmis og öðrum munum frá honum, sko, sem eru eftirsóttir og lítið til af. Þetta er algjört galdratæki. Þetta er síðan 1900 voru að nota þetta. Hérna undir er hérna fyrir rafluðu sem að fólkið átti ekki að sjá. Og svo var það tengt hérna í og svo skrúfar hérna. Og svo gastu straum. Það er með hausverk eða eitthvað. Þetta var svona lækningatæki. Og fólki fannst þetta algjört galdratæki út af því að það vissi aldrei af rafluðunni undir. Og hérna ertu með bíóprógram. Það er nú spennandi. Þú safnaðir þessu eða ekki? Jú. Það er nóg til fullt af... Airport, já. Svo er ég hérna með leikhúsgrár. Þetta var nú sýnt í vetur, Gullna hliðið. Já. Þetta er frá 57. Já. Hér er ég með Íslenska garðyrkjufélag. Þetta er eftirsótt, skils mér. Og hér ertu með gamlar bækur. Já, þetta er svolítið nýtt hérna hjá mér að fara í þennan geira, sko. Hann er flókinn en rosalega skemmtilegur, mér finnst. Og hérna, það eru íslenska þjóðsögur og Gríma, hinn nýja, Iljónskvæði. Hún er nú ekki mikið þessa í umferð. Þetta síðan 1856. Benedikt Gröndal. Já. Gefur út. Já. Þannig að ég á ýmsa skemmtilega bækur hérna. Hérna erum við stödd á amtinu þar sem þú ert með sýningu sem heitir Bókarskrín. Í hverju felst þessi sýning? Það felst bara í því að nýta bækur og búa til svona bókaskrín fyrir ýmis not. Já. Eins og bara fyrir póstkort, ljósmyndir og minningar. Til dæmis er ég að búa til eitt bókaskrín sem að verður fyrir minningakort. Ég er að fara í jarðarför á morgun og þar verður frændi minn utan á og ætla að gefa móður hans bóksið. Og hér ertu með myndir á þessum skrínum og sögu á bak við hverja mynd. Já, það er skráð allstar öllu bóksunum eða skrínunum hvað það er. Eins og til dæmis hérna bátasmíð á Heyrnarslóð. Hér er ég með athafnasvæði Otto Tulnísar og Karls Haukners 1915, þannig að það er þetta fræðastu á hverju bóksir.
Og þetta borð svona Akureyrar þema hérna og svo ertu með fleiri Já. allt í kring. Hérna Reykjavíkursvæðið og hérna meira svona málverk eftir frægu listamennina og Halldór Laxness og já, bara ýmsa myndir sko. Svo líka hægt að hafa samband, ég get búið til bóks með myndin sem fólk vill eða langar til þess að hafa bóksunum sínum. Þannig að það er ekkert mál sko. Þá finn ég bara einhverja fallega bók, enda er ég að umgangast þessar gömlu bækur mikið. Þannig að ég rekst alltaf á einhverjar fallega bækur.